Like OG, subscribe, and join Bajula Gang. Já, þessar pettubeysur eru uppseldar en ég á samt eina af því að ég mjög heppinn að Hvað tala það strax? ná mér inntak. Herðu, velkomin heim frá Ítalíu. Takk, ég var Þú varst að ríða ógeðslega mikið í Ítalíu. Já. Þú varst að segja mér frá því að þú hafi verið að reyna að gera það á flestum stöðum. Ég er enda að tala Við tjekkum á því eftir. Ég er enda að tala ekkert um það en áhugavert Þú clickbait. segir leið og podcasti byrjar þá fer Áhugavert clickbait. Já, við tjekkum á því á eftir Já. og þú lendir líka í því að þú varst tekinn löggunni. En við þurfum að tjekka meira á því eftir og ok. fá intro. Ok, let's Er go. það ekki það? Jú. Ég er að tala alltaf í því. Já. Vá, þetta var áhugavert intro. Fannstu það? Já, ég vil nú ekki demonetize þetta podcast eins og þið Gísli og Akkur viljið ekki. Gunnar voru að tala um í síðasta podcasti. Við erum að tapa rúglega svona 200 krónum á sig. Ég er valla búin að hitta þig eða tala við þig síðan. Nei, það er að því þú komst heim bara áðan. Já, þannig að mér er stókslega gaman sko pælingin að tala við eitthvað þegar við ekki tala við hann lengi og tala við hann bara beint í podcasti. En, Við sögum alveg hæfi hvern annan áðan. Já, en ekkert mikið meira það. Nei. Pæling, ég kom með sjúka skemmtilega pælingu hérna. Já. Ég var svo út í Ítalíu og svo svolítið mikið eðlum. Eðlilega. Svona litlum eðlum. Og þá fyrir að hugsa, þú veist, í Bandaríkjunum eða þú veist á ensku er þetta dinosaur. Þannig að Íslandi eru við með risaeðlur. Þú veist, en ekki giant lizard. Ég held að vera að tala um að eðlur á ensku væri dinosaurs. Nei, það er fárlegt. Eðla, eða þú veist, risaeðla er dinosaur. Já, þetta er lizard eða eitthvað? Þú veist, fyrst er ekki skrítið, þú veist, að við séum með eðlur sem eru risaeðlur og eðlur. Við erum ekki með eitt orð á íslensku yfir risaeðlur. Nema bara... Jú, risaeðlur. Já, en okkur er það ekki giant lizard á ensku, þú veist. Fárlegt. Já, en hvað ætlar að segja dinosaur? Þú veist... Ef þið vitið íslensku orðið... Kvöld, matur... Ef þið vitið íslensku orðið yfir risaeðlu, kommentið það fyrir neðan. Varst þú á Ítalíu að horfa á okkur eðlu og bara af hverju köllum við risaeðlur þegar þetta heitir dinosaur? Já. Af hverju köllum við þetta eldhús? Þetta er ekki fire kitchen á ensku. Sko. Firehouse. Það var sprengju. Ég hélt að ég myndi deyja á Ítalíu. Lentur í sprengingu? Já. Nei, eða þú veist, já. Ég ætla bara... Þannig sprengingu? Nei. Þú varst að sprengja? Nei, Þú varst að sprengja? Ég ætla að taka mér smá tíma að segja þess að skemmtilegu sögu. Ok, ég skal halda kjafti. Við Júlía vorum svo á Ítalíu og ég var að taka neðanlest held ég eiginlega í fyrsta skipti sem ég man eftir mér, sko. Mér finnst það mjög gaman. Og við svo Júlía erum í Milano í neðanlestinni. Og ég sé svona 2 löggumenn labbin gett alvarlega. Þeir eru að tala við öryggisvörðin. Lögreglu þjóna, þeir eru að tala við öryggisvörðin sem er á í Mílan neðanærleistinni, þeir eru að tala við hann. Já. Svo komum við upp úr neðanærleistinni, þá er lögreglan búin að loka götunni, bara 2 löggubílar, bara sikkur megin, löggum með útjól og ég er náttúrulega kvíðasjúklingur, við kynum það alveg og hef talað um það margóð oft. Ég er bara svona, fuck, það er eitthvað sprengjihótun í gangi eða eitthvað. Já. Að því að gatan var lokuð og þú veist, það var bara eitthvað ég var bara, shit, ég er að fara að deyja núna einhverjum hriðjörgum. Þú ert að fara að deyja? Ég var bara svona, fuck, ég sendi mömmu skilabóð bara, ég elska eppur upp á þurri, sko. Ha? Ég held ég var að fara að deyja. Herðu, svo... Hvers fekk ég ekki neitt skilabóð? Ég ætlaði að senda þér skilabóð. En þú varst dáinn? Bittu, þú... Við höfum rétt fyrir okkur, þú dóst bara í Ítalíu. Ég vildi segja þessa sögu í podcasti, þannig ég vildi ekki segja þetta. Já, ég skil. Herðu, svo fyrir að versla í eitthvað svona maturubúð sem er bara nálægt á götunni og tölum við gæjan sem er að vinna á kassanum og við bara eitthvað, do you know why do you speak English? Og hann eitthvað, yes, little bit. Og eitthvað, do you know why the police are closing the street? Og eitthvað, hann eitthvað, yes, bomb. Og ég er bara svona, shit, hjarta mitt fer bara niður í buksunar. Hann bara eitthvað, yeah, bomb. Og ég er svona, fuck, akkur er svona tillæður þessari springjóti. Og ég er bara svona, shit. Og svo... Og hvað fyrst þess að fóru hausinu þær? Varstu bara eitthvað, fuck, hvað er að ég vera? Ég var bara eitthvað, shit, þetta er svona mögnu lífstænsla. Ég fekk smá adrenalin kick út úr þessu. Og fyrst þú hugsaði bara, fuck, akkur er ekki að vlogga þetta? Nei, ég fekk smá adrenalin kick út úr þessu. Herru, síðan... Það var bara góðan hátt, eða? Á slæman hátt, skilur. Brostir smá þegar þú sagði þetta. Herru, og hvað gerir svo? Jú. Og ég segi við hann svo bara,
do you mean because of the construction og hann eitthvað, yes þá var löggan bara búin að rýma götuna og það voru sprengingar þú veist að því að vera sprengja niður eitthvað gamalt hús eða þú veist sprengja eitthvað grunn í götunni nálægt og ég var bara svona Hvernig veist þú að vera í construction? Hvernig vissi ég það? Já, þetta eitthvað skrýtin saga þér Viti, detective Ingi Ok, þú sagði núna it's because of the bomb Hvernig veistu þá að það verið construction? Af því að ég var bara svona fuck Ég kalla bullshit á þessu sög, þetta gerist aldrei Þú fórst aldrei til Ítalíu Hann sagði sko, ég hugsaði bara með mér það getur ekki verið en svo sé svona chillaður yfir sprengjur og sé bara eitthvað, ja, bomb En hvað sástu construction? Svo þú veist, þegar við vorum að labba tilbaka á hótelið þú veist, sem var aðeins lengra í einhverju götu sem var líka búið að loka þú veist, þá þú veist, voru eitthvað svona vinnuvélar og eitthvað þú veist, voru að sprengja Já, en þú spurði alltaf sama gæðan Sama gæja Spurði ekki sama gæðan sem sagði bomb og construction Jú En þá varstu búin að greinlega sjá að það var í construction Nei, ég var ekki búin að sjá það en Hvernig gæstu spurt hann það? Fórstu aftur til hans að spurði hann Nei, mér datta bara í hug Svaraði Stefán minn? Ég ætla að koma með svona svakal yfirlýsingar Mér datta nú bara í hug Ég saknaði henni líka Herru, sprengja í Mílan Herru, og Bird Þannig að það var ekki sprengja í Mílan Þetta var bara svona, þú veist, clickbait saga fattar eins og allar söguna mínar Alla sögurna hennar Eru clickbait Síðan þú varst yngri Já Eru bara svona byggja upp í eitthvað svakalegt Svo allt í henni hættaðir og maður er bara svona Hvað? Já, sagan er búin Og það er engin svona, það er ekkert svona. Jú, af því að við vorum næstu búin að lenda í sprengjur Nei Já, Ok, en það er góð saga Já, þetta var góð saga Ég skil þig, sko Ég er búin að skrifa eitthvað annað niður en ég ætla að lefa þér að koma með eitthvað gott ef þú ert ekki búin að skrifa Hvað er ég búin að gera með Hvað er ég að gera í sístök? Þið náttúrulega voru búin að tala veikur, sólstöð sko. Það er ekki nógu gott Ég var að DJ heimapartí á hérna laugardaginn Viltu henda að sjáta þetta á kjærlinn eða? Já, hérna Sjáta þetta á Sjáðu þetta svima Já, sjáta þetta svima Hérna Já, gaur, hann hella partí, sko Hann heima í Grafarholtinu Já, Hann bókaði, hann var að útskrifast Já. og átti ammali já, hella partí Þannig að hann bauði öllum vinnu sínum Það er kannski svona 40 manns Já, og hann var bara búin að setja upp hátalara inn í stofunni á sér borð og ég var að DJ á milli kannski 9 og 12 já, þannig að ég DJ-aði á milli 9 og 12 svo fekk hann Geisa Carter það er svo góður sko. og Joey Christ til að mæta þú veist, þeir tóku sig ykkur svona 5 lög eða eitthvað þannig að það var bara mest í síðasta Tveggja sæta já, Já, hella geggjær Var að púla í, já, geggjalag þannig að basically frá klukkan 11 til 12 Var bara sjúkt að það var bara eins og maður væri á B5 það var bara þannig stemming, skilja, það var allir á dansskól það var bara svo dansskól fyrir framann Trillt mér langar svo að halda partí Herðu, talað halda partí Okkar maður er að fara að halda partí Chase, Já, ammælispartí ég var að senda ég var að segja hana bara eitthvað gaur Þú verður að hafa myndakassa í partíinu Ljósmyndara og þú verður að halda þetta á Pettersen-svítinu eða eitthvað hann alltaf hafði eitthvað á bryggjunni eða eitthvað Já, vá maður, það verður eitt partí sko. mér langar að halda svona rave cave partí það sem er bara svona 30 manns það er bara reykur, ljósasjó Í einhverju yfirgefnum vöruskemmu þannig sé sko, eða bara heima á einhverjum Já, og bara halda bara rave partí ég var í bjó í Los Angeles já og það er gæði sem heitir Andreas sem er stór prodúser Gerði hann ekki hérna Wiggle 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 og gerði hann gerði líka nei, hvað heitir það? Ekki tequila heldur Já, Fireball Fireball Það er svo gott lag sko. Já, allavega, við fórum heim til hans einhvern tímann þá var hann bara með heima hjá sér inni hjá sér, bara í stofunni Já, bara með svona laser út allt já, og reyk og bara með geðið harða tónlist í gangi bara 40 manns þetta var ekki einu sem 40 manns, þetta var kannski 15 Shit Og var hann bara sjálfur að DJ? það var fucking gaman, nei það var bara lög í gangi Shit og það var fucking gaman og svo gæstu farið útskilur og það var fólk bara Var sundlega úti eða? já, en þú veist það var dimmt samt þannig að þú veist það var alveg, en ég ætla að halda svona partí í haust sem er svona rave cave, ég ætla að kalla þetta rave cave Inga Bauer Svo mættur sko og svo þú veist Vilt þú vinna með á Rave Kid Inga Bauer? Númer 1, þú ert að vera 20 plus Enginn sem er að hlusta á podcast fucking experienced jammari Ég veit hverjum verðum að fara að bjóða þetta Rave Kid þetta verður bara invite only sko Já, ég er að fara að gefa shoutout á gæja sem hafa verið pottitt búið í þetta partí Þú ert ekki að fara að segja nei Hann er 3 barna faðir já, Aron Ökk Ólafsson Ég var að tala Aron- hann í síman á hann Paldi, hann eignast bara tvíbura og hann var að segja mig hvað hann er að gefa þeim mjólk á 3
klukkustunda fresti sko. Það er svakalegt sko, við fórum frá reifkefi við að tala um börn. Nei, ég sagði við hann ég sagði við hann, ég ætla að gefa þér shoutout og tala um nýju börnin sem varst eignast í nýja podcastinu. Ég þarf að sjá auðhjá, hvort að fólk sé að leggja inn það fyrir þetta sko. Herri, já, það er nú eitthvað podcast, ég man ekki hvað er heita þeir eru alltaf að láta fólk skipta skoðanir eða eitthvað. Skoðanabræður, já, þeir eru one-on-one, þeir láta fólk auðra inn á sig, en þú veist við þurfum ekki pening eins og þessi kettling. Mér finnst alveg sneið sko, ég sagði úr kettlingan, ég ætla að segja kettlar. Já, kettlar. Þeir eru svo demonetized. Þeir eru svo strákar, ekki konur. Já, þeir eru strákar og hérna og ef eitthvað vill auðra inn á okkur þá bara Stefán, það fett fólk. Já, en finnst þetta ekki hella pæling? Rave Cave. Mér finnst það geðveikt sko. Rave Cave með Inga Bauer. Rave Cave Inga Bauer. Eða Rave Cave með Inga Bauer. Kommentið fyrir það. Þetta minnir mér svona smá á vin okkar hérna Andreas Hem. Já. Og hérna hinn strákinn hérna Þú tala um Míó. Já, Míó, hérna Mikael Kristensen. Ekki margir sem vita það en hérna hann var í hljómsveitinni Broiler, þú leist mikið upp til þeirra. Já, ég elska það ennþá sko. Þeir voru að gera frábæra hluti. Þú náttúrulega basically þannig að þú veist ímynd okkur Rave Cave. Það er kannski 30 manns. Já. Allt invite, það er reykur, það er hljóðkerfi, það er leysisjó. Við vorum með svona partí þegar við vorum nýflutt inn í þetta stúdíó. Já, það ekki segja það. Og basically, þú veist, allt vídeo verður, það verður búið til vídeoorið, skilur við. Fáum þú kannski Gretar eða eitthvað. Já. Sjáttu Gretar? Ég held að verður Gretar og Mölvar. Klikkað? Ásækið. Þannig að, já, Rave Cave Inga Bauer komið svona. Ef við förum úr Rave Cave Ég þarf að fá spons á þetta. Já. Ég þarf að fá spons frá, þú veist, Ölgerinn eða eitthvað. Ölgerinn eða Vílfell eða Mekka eða KKK. Ég vill fá spons frá Bóla. Ó já. Ég elska Bóla. Ölgerinn, hit us up. Ég veit að markastjóri Ölgerinn Nei, en heyrðu, það er örugglega eitthvað badd sem er að hlusta og pappi þessar badds er örugglega Já, er pappiðin Nei, svona no joke, þetta var að gerast fyrir okkur bara um daginn, sko. Ok, er pappiðin, mammaðin, að vinna í fyrirtæki sem er að selja áfengi? Ekki vínbúðinni. Þú veist, ef hann er að selja áfengi, er hann að vinna Ölgerinni, Vífilfelli, senda okkur message á Instagram og segja, pappi mín er blablabla og við tölum við betur. Já, við kannski gefum þér æskold limmiða, við vorum að gera svona smá könnun á Instagram. Það gekk ekki vel. Það var mikill áhugi fyrir því. Ha? Það var svona 50-50? Ég myndi segja 65-35. Þannig að ég myndi segja að það var ágætis áhugi fyrir fólkinu. Þannig að ef þú vilt æskold limmiða, kommentaði fyrir neðan og hver veit, nefnum þú getur unnið æskold limmiða. Það sem fólk þarf að kommenta. Bara ég vil æskold limmiða. Já, þú veist bara svona að fólk alltaf að kommenta eitthvað undir. Sjáðu fyrir þér kannski þessa mynd og alls konar myndir, bara einhverja mynd, kemur í ljós. Við erum bara að tala um þetta í podcasti. Ég get ekki hægt eitthvað sem Rave Cave. Já, tölum aðeins meira um þetta Rave Cave. Chase. Ok, hver er fræga þekki við? Hver er frægast einstaklingun sem við getum búið í Rave Cave? Þú ert ekki fara að bjóða nökkvafjallari. Ok, ekki það er nökkvafjallar sem frægast ekki. Ég væri sjúklega til að bjóða Steinda. Þú myndir aldrei bjóða herra Hnetsmjör af því að hann drekkur ekki, skilur. Já, ég drekk heldur ekki. Þá er þér ekki, þú getur verið í hurðinu. Gils, væntalega Gils, Ásgeir Orri. Ásgeir Orri. Og Pálmi líka. Jú, Pálmi er kannski, Ásgeir er með Rave. Já, Ásgeir. Hver fleiri getur verið í Rave Cave? Ég myndi náttúrulega væntalega bjóða Spreitzer og Klan. Já. Fuck já. Og Séra Bjössa. Séra Bjössa, bjóðum þeim. Það er sem að fá það. Spreitzer og Klan, Séra Bjössi, Björn Hlín. En ekki Sindra. Sindri fær ekki að koma, sko. Hvað með hérna kommenti fyrir neðan, hver er flottur hver er gott? Páll Óskar er geggjaður, sko. Páll Óskar drekkur ekki, sko. Það vilja bara fólk sem drekkur, sko. Páll Óskar og Nökku eru metro þarna. Shit, þið er ekki in the cave, þið verður þá bara í Nei, sko, það er bara edru fólk sem Ég veit hvernig það verður. Það verður edru Rave Cave og svo fyrir fólk sem drekkur Rave Cave. Já, svona splitta. Já, ykkar megin er spila svona gömul ítölsk klassísk tónlist svona og þeir setja eitthvað sem er te svona en ég vil samt ekki bara bom mér langar alls ekki að gefa þau skilabúið til samfélagi að maður þurfa áfengi til að skemmt sér ég ætla að segja bara hér og nú staðfest, mér finnst þetta persónulega maður skemmtir sér betur með áfengi og gera skemmtilega hluti með áfengi það er bara mismundi það er bara krakkar horfa á þetta, ég er að grínast
Já, Ég var raska grunust ég var Ég er akkurat að að hlusta á djóka. að því ég var að hlusta á hérna podcastið sem við gerum með Gísla og Gunnari Já, Shit, ég verða aðeins að já þeir koma voru í inn á þessu það. partí á lögdæðin Ég hef aldrei séð á fulla Þeir voru svo góðir í podcastinu síðast, sérstaklega Gísli sko. Ég er ekkert á móti Gunnari en Gísli er bara svona meiri podcastgæði. Ég veit það Hann bara kom í geggja þú ætlar alltaf að enda podcastið og svo hún Gísli ég er það með sjúka podcast Já, what the hell mér er það svo geggja og svo komstu líka með eitthvað já, Stefán er alltaf með hann við erum að taka liðana Stefáns, mannskinu sem er að hlusta á þetta þannig ég ætla að segja Ég sé þið fyrir mig bara svona kerend á Ítalíu ég er og svo að bara hlusta á svona þetta í gær alltaf sko. svona hvernig ætlar að nefna mig Ég hlusta á þetta í gær sko. Ha, við varst ekki eitthvað í story fyrir viku síðan eða eitthvað já, ég náði ekki að hlusta á þetta allt Já, þannig fannst bara eitthvað þegar að vera að tala um Stefán Nei, ég setti bara byrjunina Ég seti bara eitthvað í story svo Ég set- akkur þegar að tala um þig Nei, ég setti bara byrjunina Já. og líka því þú varst að tala um ég væri dauður þú veist, þá var ég svona, nei, ég er ekki dauður fattarðu? Þú ert döður innan en Ég er að djóka. en Ég er búin að hanga of mikið með Gísla og Gunnari Að þú- Ala Gunnari já, að ég gleym alltaf að ég get ekki talað við hann eins og þig Þú veist, ef ég segi eitthvað, þú ert döður innan já þú veist, þá segir hann á þá móti tekur þú á mót þá tekur þú því eins og ég sé bara þá ertu bara, fuck, já, ég er döður innan já, Þetta er bara hræðilegt. dauðurinn en En þeir eru Gunnar væri eitthvað, þá væri bara, ég veit ég er döður innan já, Gunnar og En þeir voru mjög fullir á laugardagskvöldi Á ég að kolla það út eða? Já. Má ég tala um það? sko, Hvernig fannst þið bípið okkar síðustu viku? mér finnst það mjög flott prump sko Ertu ekkert, þú veist, varst ekkert forvitin að vita hvað varum að tala um það? jú og nei, já en ég vissi það samt sko Þú En- veist það ekki en það sem ég ætlaði að segja að ég var að hlusta á podcasti í síðasta podcast Já. og þegar það kláraðist þá byrjaði fyrsta podcastið að spilast með nökkafjallar Áhugavert og Varstu hann með var eitthvað segja að hann Já. drikki ekki Já, já þannig ég að ætla alls ekki að segja mér að drekka En mér finnst sko oftast gerast skemmtilegustu hluti þegar maður drekkur Og ég er ekki að segja, þú veist, það allir Þú veist, væntanlega það drekka allir, skilurðu Já. Ég er ekki að segja að allir drekka, skilurðu En ekki drekka að þú ert undir 20 ára Væntanlega ekki, skilurðu akkurat Þú veist, ef þú ert komin í ef þú ert öðru ári í framhaldsskóla eða eitthvað, þá er alltaf leið að vera eitthvað fikta eða eitthvað svona. En ef þú ert 13 ára krakki eða í 10 ára krakki að horfa á þetta núna, þú ert ekki bara, já, ég ætla að vera að drekka. ég Það er reykti fáránlegt. síkartu 3 og 5 ára Ha? Ég vissi ekki að ég var búin að vera bad boy bara síðan þá. mamma mín hérna Vita ekki margir, en Stefán er mesti bad boy sem við veitum. mamma mín reykti síkartur og það var alltaf, þú veist, hún fór alltaf út á svalur og eitthvað svona og ég Það var er svo auglýsingarnar. Nei. Það er auglýsingarnar. Það var stelpan svona reykir líka svona þykistinni. já, ég var 6 ára og ég sagði mömmu bara eitthvað mamma, má ég prófa að reykja síkartu og hún eitthvað svona, var Já, eitthvað djókið mér eitthvað svona, já, eitthvað svona þú veist, svona go forward, skilur ég var 6 ára, skilur eitthvað, og ég svona tek síkartuna og ég svona fer að sjúan, ég fer ekki að sjúan, ég fer svona að blása ég bara eitthvað mjög góð forward. þetta virkar ekki svo En segir hún, það kendi mér það að reykja aldrei sígarettur af því þær virka ekki. nei, út að sjú inn þá var eitthvað svona og svo var ég bara eitthvað þetta er Ok, ógíslu býtu, stopp með aðeins. Þú ert basically að segja að mamma henni var reykjandi já, og þú spurði, má ég prófa? Og mamma henni bara rétti þér sígarettuna bara, já, gjörðu svo vel, fíblið. Og þú varst að reyna að reykja og hún bara, nei, þetta sjúa inn hálfvitiðin og þú sígur inn já, og þú hóstar já og þá sagði ég við mig að ég ætlaði aldrei að en þú hefur reykt síðan. já, þú veist, þegar maður þú veist, eitthvað Ég á fullt af myndböndum að þér að reykja sígarettur. ok, þú veist, þegar við vorum Exposed. Ok. Stefán allir reykja sígarettur. 2014 Ég er svo mikið að fokkast í ok, þessu. 2014 þá voru að djamma svo feitt og marmaris Já, og þá voru að reykja síkartur það er hræðilegt sko. það er fræðilegt sko. ég þú varst ger- fucking ég- skríðand á 4 fótum Já, ég var að þykist þér á hundur. það var svo fucking fyndið sko. Ég hata sígarettur. já, Tölum um veip. já, fucking Ef ég fæ eitt hitt af veip, Já. bara ef ég prófa eða eitthvað, þá er ég bara dauður í hálsinum eftir. Það er eftir. já, sko, Hata veip. ekki reykja síkartur ekki veipa, En drekkið til að hafa gaman. ekki Ekki láta það fara á langt. þú endar síðasta podcast þá að segja ekki reytuleg krakkar Já, mér finnst það bara fyndið við erum fyrirmyndir, Stefán. já Krakkar, ekki taka eiturlyf. eða samt að tala eins um Eiturlyf. fyrirmyndir ég og P.O. Króli Eða eftirmyndir. fyrirmyndir Hvað er eftirmynd? Það- Getur við búið það til? Fyrirmyndir er fólk sem að maður á að taka til. Eftirmyndir, það er fólk sem maður ættir ekki að horfa á. svo Jói P. bara með síkartu í hérna nýja vídeóinu þeirra Það er hægt að argjúa það þannig að þú veist
þetta er ákveðin list, skilur Mér fannst það væri þetta annað vera- að myndi sjá Jóa P bara hérna fyrir utan hlem það er ekki sígarettu Ok, mér fannst þetta að vera smá svona kannski svona Miley Cyrus rebrand feelingur í þessu Þú veist, það sem að Miley Sko- Cyrus var alltaf svona barnastjarnan skilur Já, en það væri annað ef að þeir væri bara eitthvað með einhverjum gellum á rassinum, skilur það væri Já. meira svoleiðis, þeir eru bara eitthvað þetta er meira list, Þetta er svona listgjörningur sko, en samt svona smá skemmtilegu svona rebrand í þessu En ég fíla þetta lag sko Já, ég ældi uppi með hann við byrjum podcastið Ha, ég rópaði bara, kom bara fúlan æla og ég bara kynnti það klikka ég hef aldrei ælt svona mikið Ef þú ég var að borða líka heila Black Box pizza og slátra henni sko. ég er ekki Þú var að tjókur bjóða mér á Blackbox ég er búið með korti mín, Aha hint Haha ef Davíð Reyns er að horfa á þetta hann er að hlusta á þetta hann er að ringja í Ok, og þetta krakkar fleiri Black Box pizza Krakkar, ef það eru 300 manns sem eru að horfa á þetta núna eða 500 manns að horfa á þetta á YouTube þannig að opna iPhone síman ykkar fara í podcast appið og spila þar líka og gefa sér 5 stjörnur og subscribe og meðan eru inn í iPhone sínum mannum ykkar Já, nennið þið að fara inn á Aur skrifið 692 5407 og gefið mér pinning ég sagði vittlust númer Ég veit það þannig að fólk veit ekki númerið mitt Já Endilega auðri inn á Inga Senda hann DM til að fá númer hans og auðri inn á hann já, Bara 200 ég er kall ekki ég vil frekar halda númerinu mínu leyndu heldur en það er alltaf að lendi ég var á Ítalíu Ég var að fara að sofa bara í Milano Nei, að hætta að ringja okkur og klukkan var 12, ég var að fara að sofa í Milano og það er eitthvað sem ringi bara hæ, hvað segir ég elska vloggin eitthvað, ég eitthvað, sælir hvað, ætlar ekki að horfa á strími eitthvað næstu fynda og hann eitthvað, jú maður ég var að fara að sofa núna sundarskvöldi klukkan sko 2 um nóttina sundarskvöldi um 2 það er mánudagar eftir og fólk vikan að byrja og ég er bara svona leggst niður þá ringi bara private númer hver er að ringja úr private númeri klukkan 2 á mánudagsmotni sko, það er enginn krakkar vakandi ég horf alltaf á þetta og ég bara fuck, nei, glemdi bara þú veist ef þú ringir private númeri, þá mun ég ekki svara væntalega ekki þá Já. mun enginn ringja þú veist, Gunnar er ekkert að ringja private númeri bara eitthvað blessaður kannski er ítalska mafían búin að ná honum og hann er fastur í ykkur svona diblísu það er bara svona hún tekst að svona skríða með hendina út í eitthvað svona símaklefa og það spilast bara private númer þaðan þekkir eitthvað sem er með micropenis Sér að bjössi nei, þú veist, þekkir eitthvað veistum eitthvað Já. sem er bara með micropenis Glazerbox hann sagði það í nýjasta vídeóinu sinu þú veist, segja hann að grínast eða sagði hann í alvörinni hann var að grínast ég held samt að það er alveg, þú veist bara svona pink það er fólk að núti með, þú veist, það er kannski einhver sem er að hlusta á okkur núna sem er með micropenis þú veist, micropenis, er það bara þú veist, bara 1 centimeter eða? Hvað þarf það með stutt tippi til að sé micropenis þetta er bara ein bestu pæling sem ég getur við tjekka á því, já? Andri, er þú með micropenis? Ekki svo ég viti Andri ok, Andri er ekki hann hefur aldrei kíkt á, hann sagði ekki svo ég viti hann hefur aldrei séð tippar en farð þú aðeins úr, er þú með nei, allavega, herru, við ætlum að fara í nei, við vitum það ekki 1 centimetri tjekka á því í tölvunni og láta okkur vita þetta er svona Andri, persónulega aðstofamæður nokkar já, hann er svolítið að fara í gegnum öll fanmails og svona já, og hann sé líka um að googla fyrir okkur staðrendi þegar við erum í beinni útsendingu inn í podcast hann er svolítið pródusent á þessu podcasti jú, Andri, Andri shoutout við Andri. ætlum að klappa eitt fyrir honum Andri fær sjátt gleymum að klappa við gera bara lokin Já. þannig að við ætlum að fara í nýjan lið Já. sem er alveg glænýr hann er smá inspærar af vinn okkar honum Króla ok en við ætlum að fara í liðin hvað er í veskinu hans Stefáns hey! Stefán er að ná í þetta er sem sagt ekki í veski þetta er svona ok, hann er að setja ofan í veskin ok, hann er að setja auðvitað um hálsin þetta er sem sagt fanny bag mjög flott peysan er flottari og þetta er sem sagt fashion sko ég heyrði er þetta, ok, sorry ég var að hugsa um daginn, ég á líka svona þetta ég Svona heyrði ekki alveg, þetta 4 ára gamalt úr tísku sko er þetta ekki haldið 2018? veistu, mér er samhátt þessi 2018 ekki, þetta Ég er hef bara ekki- svo convenient micropenis er minna en 2 cm já, akkurat Micropenis er minna en 2 cm segir Andri fréttaritari Ice Cold hérna skellur, þannig að þú ert með
Er það basically bara tippi sem að verður aldrei Hvernig veistu það? Ok, þannig að micropenis er undir 2 cm. Langar að koma að segja fólkinu þetta? Ok, hann er góður. Það ætlar ekki að gera það? Andri, fólki vil sjá þig. Nei, þið fáið bara að sjá Andri næsta þetta. Gjáðu okkur staðarindir. Andri, kottu hérna og fáðu smá skjátíma. Andri, það fólk verður að sjá þig. Andri, kottu. Andri. Nei, ok. Æ, Andri. Hann er líka svo ljótur, það vill ekki svo. Sko, ok, hvað er í töskunni minni? Ég var með þessa tösku með mér í Ítalíu. Ég var með vegabréfið mitt. Ég var með síma minn. Ég var með hlæðslukubb. Nei, við erum að fara að pæla hvað þú ert með núna. Já, ég var með hlæðslukubb. Ég var með iPhone snúru. Ég var með myndu. Ég var með lykil á hótelinu. Ég var með bíllykil. Og svo var ég alltaf með einhverja áksnúru. Snild. Herðu. Já, hvað er ég þessu núna? Hvað er þessu núna? Þetta eru sólgleru sem að þú mátt nota eða þú vilt. Má ég bara nota þau? Já, þú mátt nota þau. Ég sá einhverja auglýsingu á Instagram. Þetta er sérst í svona, fyrir það sem að hlusta, þetta er sérst í svona glæru boxi. Þetta er Senni í pókinni stór. Já, ég sá auglýsingu á Instagram. Sagan að baka þessi sólgleru. Þannig að ég sá auglýsingu á Instagram. Keyptir þetta á Instagram? Nei, byttu. Og ég fekk svona 2 herrabox. Svona herrabox með svona bindisnælum, bindi. Og þó voru sólgleru með. Er það með styrknum eða? Nei. Vá, takk fyrir að leiða mér að faða þau. Má ekki prófa þau? Þú myndir elska þau samt. Þau eru geggjuð. Þau eru til bíl eða vilt prófa þau? Sup. Allir eru bara að vera með sólgleru allt podcasti. Nei, ég held ég henni ekki sko. Okay. Og hvað meira er í þessu? Sími minn í flotta Marvel Captain America hulsturinn mínu sem ég keypti líka á Instagram. Já, ég þarf þetta ekki að fá alla hlutina Jú, sko. Gjör svo vel. Nei, það var allt út allt hérna. Ok, veski mitt. Fekk þetta veski útskriftargjöf 2013. Svo er ég með nafnspjaldið hans Króla hérna. Nei, þetta eru lyklar. Já, þetta eru lyklar. What? Svo er ég með þetta er ótrúlega áhugavert. Ítalsnammi, en samt er þetta bara karamellur sem er ítalsnammi. Hæ? Ertu með ítalsnammi, en þetta er samt ekki ítalsnammi að þið voru bara með eitthvað karamellur. Já, það eru líka ítalskar. Má ég sjá. Hann fyllti bara þetta af karamellum. Æi, vídeóið fór úr. Já. Stefán ætlar að skipta. Nei, vilt segja þú okkur hver í Ég ekki bara hafa svart í þessu? Nei. Herru, svo er ég með juicy fruit hérna tyggjó. Algjör veisla. Svo er ég með hlæðslubanka hérna. Ekki 1, heldur 2 hlæðslubanka. Meira tyggjó. Og húslyklana mína og, já, bíllyklana mína og klink. Og miða hérna í metróið. Ég tók neðanærlest sem að sprakk eins og þau kannski muni fyrir podcastinu og lest sem ég tók á flugvöllin. Já. Ég tók sér, viltu klappa? Að klappa fyrir þér? Nei, bara fyrir vídeo. Það var rosa fallegt. Er þetta búið það? Klink, já, ég held það sko. Þetta var góður liður, þú komst svona spontant með það. Nei, þú komst með að liða á hann. Já, það var bara djók, ég vissi ekki að maður gera það. Þú settir veski þarna eins og all. Herru, ég kom með annan lið samt sko. Ok. Þetta er geggjaður liður. Þetta heitir Gullplöturnar á Ringa. Já. Já. Þessi eina hérna. Hérna með gullplötu. Já. Upp til hópa, herra Hnetsmjör, 2 milljón spilanir, Ingi Báður. Já. Til hamingju með þessa gullplötu. Takk. Hvaða fleiri gullplötur ertu með í stúdíónu? Þetta er að renna svo sko. Herru, ég er með Nei. Já, milljón spilanir. Já, það er enda 2 milljónir á að vera. Já. Og svo ekki sína. Og svo vantar spurðu mig. Og svo er vantar líka aldrei íspílin. Nei, það er 100k. Sko, við erum búin að gera þannig að það er annarkvort ef þú komin yfir 1.000.000 eða 500.000. Já, ég held að íspílin fari 500.000 kannski eftir ára eða eitthvað. Já. Endilega spila íspílin. Spila íspílin. Og Dix, það er þetta í 250. Dix 250? Er það komið í 300? Það er í 430 eitthvað. Herðu, styttist í gullplötur frá Dix. Nei, það er ekki gullplötur. Nei, ég veit, sko, málið er að það er ekkert, þú veist, það er ekkert svona í gangi á Íslandi. Nei. Þú veist, þannig að basically er bara KBE að búa til þetta. Og þú veist, ég veit ekki. Ég sá að Birgir fekk fyrir 10 miljónir spilanir frá Öldu, sko. En
ég veit ekki Ég veit ekki, Ég mér veit finnst bara gaman að hafa þetta vegnum líka bara minna að sjá bara afreikin sín eins og verið með þetta plaggat skilur til að minna okkur á hvað Addi Naflakur skal góða teiknari og hvað, peysurnar okkar og sko ef við kíkjum sko veit fólk að við erum dauðir inn í klakanum sem eru svona horfa á þetta lengi og bara svona já, what, þeir eru dauðir inn í klakanum ég gleym alltaf að pæla í sko. þannig að ef þið eru með peysuna kíkið á okkur inn í klakanum að þá erum við öðru sér heldur en við erum fyrir klakan Mér langaði líka sjúklega mikið að setja svona ég ætla að gera þetta núna á eftir fyrir livestreamið á morgun við erum að fara að streama Minecraft á morgun og ég ætla að koma inn á ekki sjá morgun ok, við erum að fara við erum að stríma Minecraft eða búnir já, þegar þið eru að hlusta á þetta já, bara á eftir já bara búnir að því já, bara við erum búin að það og hérna, þetta er gaman þú verður örugglega ekki með þú verður ekkert með, Nei. bara ég og góð sportrönd ég bara hef engan áhuga á Minecraft þannig að ég veit ekki alveg en ég var að hugsa að það verður sjúklega gaman ef það verður svona vídeo sem Ingi kann ekki neitt á Minecraft þeir eru aldrei spila á Minecraft svo erum maður bara wow, gerum þetta og Ingi bara wow, gerum þetta En- já, sjáum til en mér langaði sjúklega mikið að setja svona skjá inn í streamið svona bláum bakgrunn og það er mynd af fólki sem við sendt okkur myndir í Ice Cold Tattoo peysunni bara svona tribute, bara svona takkar að köpa peysuna þeir eru mest þar já, svona Já. eins og Ég ætla alltaf að- ísbílinn var svona litla myndin þar eða? Nei, þú veist, já, það getur verið cool þannig líka það er alveg hellu pæling sko já, kannski og mikið svona rotating, Já, og eða svona mikið. skiptir og svona skjá sem er bara photoshopaður með myndum hafa þá í stóra skjánum sem Já. við alltaf að fara í já, það er alltaf skiptir og stóra Já, skjá ok. sko. það eru cool sko já, nett ertu með eitthvað fleira sem við tala með ég sé ást með miðar undir rassin Ég Hvað var var það? að gleyma því er þetta hraðaspurningar eða? Nei, en það er sem sagt endilega bara horfa þú segir sko DJ maður sjá hana með það Já, þetta er forveitin já, þú ert að fara að segja þetta núna Horfið á hérna livestreamin okkar og podcastin okkar og vloggin okkar líka ertu bara að segja þeim að gera það þessi mið hérna, ég keypti þetta á Ítalíu þetta er svona eiginlega ammæliskeið en samt ekki Gennilega ég gaf er þetta fyrir mig? Já, þetta er fyrir þig ég hata alltaf að kalla mig DJ Ingi Bauer Já, það er djókurinn sko ég ætla að vona það DJ Ingi Bauer sem var næstum lag ársins á hlustundarverðunum FN97 og spilaði á Solstis og er orðin blíp ára Já, ég nefnir ekki að segja fólk hvað er gamall akkurat það fara sjokk Já, endilega bara kommentið Kommentið, nei. hvað halda Ingi sig gaman það veit það enginn Þetta er, herru, það er þú var annar með hérna já, það er ástæði fyrir þessu þú þarft ekki að lesa hann fyrir eitthvað þú vilt eða finnst það að vera óviðandi það er mikið með ammælið keep up the grind það er sem ekkert að keira kókbílin ég veit ekki þá getur náð öllum þínum draumum þinn vinur að eilífu DJ Steppi HT Þetta er svo fallegt Þetta Þetta er fallegt Þetta er ammæliskef í beinni Ég elskar að segja þessi í beinni við erum í beinni En þú opnaðir ekki Það er, já, byrju, já, það er annað hvað er hinn miðin? já, Hann það er hann utan á hann inni já, ég veit, ég Já. held bara þetta var Þetta er svona, þetta er mjög persónlegt sko Eða þú veist er það eitthvað sem á ekki að fara í þetta? Jú, þetta má fara í þetta sko Opna þetta og er ég fara að lesa eitthvað annað hérna? Nei, þú mátt tengja þetta, fólk tengi við þetta Þetta er lama Fortnite Happy birthday Hversu geggi gef þetta var að gefa mér, er það kortið? Nei, þú veist Ég ætla að gaða kaffi sko já, ég veit að það er þetta góð punktur Þetta er bara kort Það er Það er alveg hella. dýrt kort sko það er mjög flott Takk Það er hugurinn sem gildir þegar maður á afmæli já, that's what the poor people say Hvað hefur við ekki Lamborghini? eða? já, Já, Tesla. David Dobrik alltaf að gefa okkur Teslur og eitthvað Já, hvernig getum við ekki gert það? kemur að þið þetta er mjög fyndið sko Mér finnst það svona þetta er lama persónlegt og sætt Þú veist, Fortnite lama, fattur já, Passaði mig takk hérlega fyrir mig að vera góð passaður þið að Ég var í bókabúð á Ítalíu já. Var að kaupa með bækur what? Reyndar á herru, hælinur hælunum Hvað þú segði hvað er podcastið? Ok Og ég var að velja mér bækur á ensku hann sagði samt bara þú sagði, hvað það getur fórst? nei, ok Og svo rakst ég bara á þetta kort hérna Og ég hugsaði bara með mér, já, Ingi átti afmæli um daginn Best að gefa hann kort það er kortið sem gildir ekki gjöðin Það kosti alveg 4 eurur eða eitthvað. nei, er það eins og bara að hugsa bara, djú, þetta er dýrt með anskotan Nei 500 kall Nei hvað er það með mikið af það er alveg hett á einni pissu
Hvað er búin að lengi að tala? Við erum búin að tala alltaf lengi, ertu með eitthvað meira? Já, ég hef búin að Við skrifa erum búin að vera í næstu í Ég held að fólki sé búið að hvað er símið minn? Já, hann er hérna í veskinu vaskinu Ég er Maður er búin að tala hvað Gunnar og Gísli voru fullir helgina tvíburar, börn Þeir eru hérna börn Nei, segja Þeir eru hérna barnastjörnur, útbrenda barnastjörnur Gísli var alltaf að segja að hann var útbrend barnastjörna Mér er svo sjúklega skemmtileg pælingin að skýsla í síðasta podcasti eitthvað, ég svo dabba tíu var að dæma handboltaleik daginn Mér er þetta geggjum pæling og ég er svona, já, ég svo dabba tíu líka að dæma handboltaleik daginn Ég svo Ingur Stefán kæra kókbílinn Ingur Stefán farnir á kókbílinn Það er bara byll Þarna, já, Bird Ég var sem sagt á Ítalíu Það var eitthvað löngsaga Nei, Mér finnst það mjög ómerkilegt sko nei bara, mér finnst það svo sniðut system sko. Ég man að þú fórst til LA Bjarni Jarl fór Basically, Bird er fyrirtæki sem að leigir út rafmagnslaupahjól Jaha, Þú getur fengið hvað sem er Þú bara stemplar inn með innan borgarinnar, já appinu Þú bara finnur eitthvað starf á götunni og svo getur þú bara að skila einhver staðar annar staðar Hvað sem er á göttunni Hvað sem er, bara skila einhver staðar, það er ekki að skila saman stað Það er fucking sniðut sko. Ógeðslega sniðut og líka svo skemmtileg þegar ég var á 25 km hraða bara þeysast göttuna var svo gaman sko. Hápunktur Ítalíuferðinnar Þú varst með hárið uppi bara þá svona vindir maður og þú varst svona í skyrtu og eitthvað þú varst í Milan og það er Fashion og Versace og Já, þetta Ætlar að tala um eitthvað meira? Nei, bara gaman að keyra börn sko. Þú Mjög mann gaman alltaf keyrir ekki á því, þú sitendur á því Já, Sitendur á því hversu oft tókst þú þetta þegar þú varst í LA? Oft, Oft, já, Já, mjög oft. Þetta er svo gaman það er eitthvað við að vera rafmagnshlaupaðali sko. Já, þannig að bara hitta þessu upp og geða ykkur raman Herðu, vá hverju geggja góðu sportund myndi komið rafmagnshlaupölu sér þinn á morgun maður, það er geggja Hann á það ekki Jú, hann fekk það í gjöf Já, það er Svona ekki nefna fyrirtæki sem að Nei. En já, Bara, sko, hvað er framöndan hjá okkur Stjón? það er Fortnite livestream Veistu alltaf að tala um hvað var að gerast en hvað er framöndan bara svona í lífinu Já, hvað er framöndan Hjá lífinu? þér, Hjá mér? það er eitthvað út í sumar eða? Ég var að koma heim Ég er að tjú Heim frá Milano Ég Það er að þjóðatíða Ég er að fara í viðskiptafræði Ertu að fara í viðskiptafræði í haust? Já Ég Ætlar að klára það? komið tíma til að klára Shit, hvað búin svo lengi að þessu? Já, ég er búin að Ætlar að þjóðatíða? Nei, ég held Það er ekki ekki saman með stóra svínu Er þú að fara að spila stóra sinna á þjóði? Já Er þú að fara að spila stóra sinna á þjóði? Ég er reyndar var búin Mér að finnst leiðilt hvað þú varst eitthvað Sitta korta eitthvað besti viniðina í lífi eitthvað bla 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 Svo viltu ekki svona sjá mig spila Það er ótrúlega leiðilegt að heyra Ok, byrju Hlynur, Nei, byrju ætlar að þjóðatíð Það vill enginn sjá mig, hann sagði nei Sko, ok Andri ætlar að þjóðatíð Ætlar að þjóðatíð Hvaða dag? Já, frábært Ok Hann ætlar ekki heldur að sjá mig Manstu þegar ég var að spila með þér á Akureyri þarna? Eða þú veist, ég fór með þér til Akureyri Ég fekk að sprengja eitthvað fetti á sviðinu Sko, ef ég fæ að sprengja eitthvað fetti á sviðinu vera baksins Ef þið fannst Akureyri á viltferð Já. Þá viltu koma til Vestmannaeyja Ertu með tjald eða ertu með hús? Ég er að gista ekki þar í húsi Ok Nei, þú veist Ég nenni ekki verið ekki með hennar gisting og eitthvað. Tjaldi bara Nei Guður, ég er svo spenntur fyrir þjóðatíð sko. Ein, ég hafði aldrei áhuga að fara til á þjóðatíð og svona og var Já. bara alltaf eitthvað svona þarna, þú veist þegar ég var yngri, þá var bara, ég var bara þjóðatíð, nei, ég myndi aldrei nenni Já. svo fór ég einu sinni þegar ég var að spila fyrir 2 árum eða eitthvað það er bara, fuck, þetta er gaman svo fór ég aftur á síðast ári ég var bara, shit, hvað er gaman, þá var ég alla helgina núna er ég bara að deyja, ég get ekki beðið eftir að fara á þjóðatíð Ertu það spenntur? já, ég er ekki tjóka Mánuður í þetta? já, Innan mánuður? nei, eitthvað mánuður Já, mánuður í það Herri, það er 20 dagar hann til að upp til hópa er orðin 1 árs Vá, og við erum búin að vera á topp 50 listanum í þá ár vá það hlýtur að vera met svont. Við erum ekki einu sinni búin að fara á hann sko. Já, mér finnst það alveg Er það ekki alveg er það ekki fyrir ykkur sem er að hlusta en ekki horfa Stefán réttir Inga byggar Váka mér finnst pirrandi að horfa á peysuna þeina af því að eitt er svona geðið Ég langt var að laga þetta á hann sko. Sjö, þetta er svona Þannig, Þitt er miklu neðar mitt, ég elska þessa peysu já, ég líka Froilan, vinnur okkar í LA hann sagði að þetta verið mjúkast og besta peysa sem hann hefði keypt Guður, þetta er hella efni í þessar peysu sko. Það er svo gott sko Mér finnst það Ég svo var að tísa kannski eitthvað drop já, Já, tísum það Bara velun fyrir það sem hlustu út í endan já, að það kemur Anna Merch Drop
bara mjög fljótlega. Lok ágúst eða eitthvað, þegar skólanir byrja þá kemur nýtt. Já, þegar skólanir byrja kemur nýtt merch drop. Það verður svolítið svona next level, það verður aðeins meira gert úr því, sko. Þeir getur lesið meira um það í Smartlandin, Ambjál. Já, það er basically, við ætlum að gera fleiri útgáfur Já. og færri eintök af hverju, skilur við. Já, akkurat. Þannig að það verður spennandi. Ég er fokki spennt fyrir því, sko. Og Þannig að límmiðar líka, það er spennandi líka. þú og sér límmiðar. Já, Þið langar bara í límmiðar til að setja aftan á fokkin tölvuna þeirna. Hvað með tölvuna þeirna? sko, fólk er spennt fyrir límmiðum. Ég veit að kommentið fyrir neðan. Já, ég væntanlega fólk spennt fyrir límmiðum. En þegar tölvaðin er orðin eins og þín, þá getur það ekki verið holdt fyrir neitt, sko. Tjekkið, ef þú eru að horfa á vídeóið. Öll tölvunans aftan á er út í límmiðum. Ég fíla ekki, sko. Já, Justin Bieber er með það. Snillt. Þá hlýtur að vera geðveikt. Mér varst það heldur ekki flott hjá honum, sko. Þetta er rosalega vinsælt hjá sko tækni fólki í svona einhverjum hökkurum þegar þeir taka þátt í einhverja hakka þannig setja límið á tölvuna og svona. En það ætlar að vera eitthvað svona, já, þú ert bara full on sveittur hakkari, þá skiptir þetta engum máli, sko. En þú ert ekki sveittur hakkari, sko. Ég er alltaf DJ Stefán allir. alltaf að hakka minni í einhverja gagnagruna og Ætlar að DJ eitthvað aftur það? veistu, Eða er það bara, er það sá kapli í lífinu bara búinn, eða? nei Það er bara svona, taka bara svona konfetti hér og það Mika Bauer. sá kapli er ekki búinn. Nú, Ég einhvern veginn er ekkert sækast í þessi gig en þegar þau komið til mín þá tek ég þannig að þú veist, ég er ekkert eitthvað mikið að auglýsa mig eins og þessi gellur. ég er ekkert mikið að auglýsa mig þú veist, Þannig að þú ert alltaf með gellur. ég er ekkert mikið að auglýsa mig sem DJ sko. Getur rætt hvað er mikið reynt við það? Sí. Erum við að tala um, já, ég veist ekki erum við að tala um þig Við erum að tala um þig. mig, Hvað er mikið reynt við þig, bara almennt séð? það er Við kannski erum tveir einhverstaðar, labba einhverstaðar, er það kannski frá okkur að borða hérna á mathælla eða eitthvað. það, Það er bara önnur gælla komin upp að byrja að reyna við. nei, það er þú Ingi Nei, what? nei, sko, þú ert Finnst þér ekki óþægilegt það? Alltaf, endum við þessu. já, Sjáumst aftur í næstu viku, muni að like, subscribe, deila, ekki keyra út af eða úr að keyra. og Ekki lendi í bílslysi. var ég búin að tala um manneskunni sem er að gefa barninu sinu pela sem er að hlusta á það. Þú varst ekki búin að minnast á hana? Jú, ég sagði að það var Aron eitthvað Já, en alltaf ekki minnast á eitthvað starf eða? eitthvað starf, þú veist það er alltaf ákveðið starf að vera fóreldri. Hvaða starf kom Gísli með í síðast þetta? Ég kom með starf eða ekki. Hvaða starf var það? Ég kom með starf, það er maður sem situr og fara að baka sokkum. Eða hakkari. Það hakkari, hann er að hakka. Heldur að sé eitthvað svona tölvu eða þú veist, hvað er að vera hakkari? Mér var sjúklega skemmtilegt komment á síðasta podcast þar sem eitthvað gæði kommentaði bara eitthvað, ég er að hlusta á þetta þegar ég er að keyra í bíl í kringum Evrópu, sagði Matti klippari til dæmis. Það er skemmtilegt. Þú veist, já, það er mjög svona, wow, keyra í bíl En er hann að keyra í kringum Evrópu eða er hann að keyra í Evrópu? bara keyra, Mér finnst að skrýta að fara í kringum Evrópu. þannig að bara keyra bara í kringum Evrópu sambandið bara, hann er bara partur af Evrópu sambandinu. Já, hann var í úlingavinnunni líka, eitthvað gæði. Já, ok, já, það er gott, Já, sjátt úlingavinnan. Sjátt á þá sem er í úlingavinnu núna að hlusta á þetta. Það er bara, Það er eiginlega fullt af krökkum núna að hlusta á þetta í úlingavinnu, sko. já, þeir sem eru í úlingavinninni, Við vorum einu sem úlingavinnu, varst þú úlingavinnu? þú varst með svo mikið frjókvöldnaðana með að þú varst inn að klipp, Ég reyndar vann alveg úti líka, sko. já, ég Ég fekk eitt sumar að því að við fjórkvöldnaðana mig að þá gat ég bara valið um að vera í slátturhópnum já, eða farið að svona mála í ykkur skóla eða eitthvað. Þannig ég var heilt sumar í skóla að mála bara chilla basically. Ég var sjátt ekki á að gera shit. Arnarfannar. Já, ég var ekki að gera shit. En mér varst fucking gaman í skóla í þessari vinnu, sko. Mér varst alveg gaman, sko. Þegar ég var í úlingavinninni þá var kennari minn svona 5 eða 10 árum eldri en ég manna ekki, svona ungur fersku gæi, ég var kannski 15, hann var kannski 22 og Sjátt á hann. ég var að gera vídeo, þannig að byrjaði Varst þú í ungur, svona vídeóhóp eða eitthvað? ég byrjaði ungur að gera vídeo og ég var alltaf að sína honum vídeoin sem ég var að gera og var bara að tjekka, ég er að gera vídeo og hann var eitthvað, vá, þú ert hæfilegur ykkur í þessu. Ó, var hann að ljúpa. Nei, herðu, og svo Ég gleym alltaf að vídeo því ég er oft komin inn með eitthvað svo lendi ég líka að trommari dyktu Skúli, hann var yfir úlingavinninni hjá mér í Garðaskóla, ég var svolítið í Garðaskóla
og það var að halda söngleiki Mamma Mia í Garðaskóla og vinur þinn, Kitty, sem var hérna í skóla með þér, hann var í þessum söngleik og ég fekk það verkefni að klippa vídeo frá söngleiknum sem sagt, í staðin fyrir að vera úti að hérna ég var bara að spyrja þig hvort þú var í úlingavinnin sko. í staðin fyrir að slá grasið. Hvernig fórstu við þetta þangað? Ég er bara að segja, skilur. Já, þetta er áhugavert. Nei, mér erstu að góða að segja. Og nú komið mér, ég ætla að segja frá okkur svona sögum. Já, segja ég tók þátt í leikrit þegar ég var í grunnskóla. Já. Þá var ég að leika, sem sagt, það var alltaf svona skólaleikrit á hverju ári. Já. Og ég tók þátt 2 ár. Ég var bara mjög góð leikari. Varstu 3? Nei, ég var aðal hlutverkið. Ha? Í bæði skiptin. Þú varst alltaf svona hlétræður í grunnskóla. Já, ég var ekki 5 svona gæðin sem var út í hotni sko. Nei, en samt alveg að taka átt í leikritum og svona. Já, ég fann mig í listinni. Þú ert náttúrulega mesti leikari sem ég þekki. Já, Þú ert náttúrulega að vlogga. Ég er búin að horfa á Mission Impossible myndinar alla helgina. Já. Það er að fyndi. Við fórum á Spiderman forsýningu í gær. Við erum búin að sjá Spiderman undan öllum öðrum. Ekki þú. Ég Gunnar og Chase fórum. Svo spældur að missa þessu. Allt one-on-one gengi hérna. Guður, þetta var svo mikið að fræða fólki sko. Þú hefði það á Flóni, Birgitta Líf, MC Bibba, Klöddu, Unnstedt Manuel, Unnstedt hliðin á Gunnari. Já, ég sá það. Þarna, já, það var Guður, vákvæmdi góð mynd maður. Við fengum þetta var með þess að VIP luxus sýning sko. Luxus alveg allt. Sko, að hafa mistað þessu og þú veist pop með og eitthvað. Já, pop og coke og Guður, þetta var fucking geðvikt. Ég ætla að segja, já, með Tom Cruise. Ég er búin að horfa svo mikið af Tom Cruise myndum og hann er alltaf svona Mission Impossible eitthvað nú voru hvað fyrir þetta er bara út af þessu stefi þarna, og ég var að fór inn á klósettið í Smárabíó, hætti að þykist strófna. Nei, ég fór inn á klósettið í Smárabíó og það er svona eitt gaur að inni, það er ekkert hljóð að inni, það er eitt gaur að pissa í pissuskálinni sem er svona annað lengra og svo svona nokkri básar og ég fer svona í básinn og mér bara leiðin sem ég var inn í Tom Cruise mynd, mér leiði bara eins og að var eitthvað gaur að fara að koma aftur mig og opna hurðina og bara eitthvað byrja að berjast og svona. Þetta kennir manni að ekki fara inn á klósett í bíóum. Herðu, þessi saga var ekki farin. Ég er með svakalega sögu. Varstu lamin í Ítalíu? Ég var eins og á klóstinu á bíói og var að pissa í pissuskál. Nei. Og ég var í símanum að því ég háði símanum mínum. Og mistur í símanum núni? Svo var eitthvað gæði sem kom svona við hliðina á mér eða svona samt ekki við hliðina á mér og byrjaði eitthvað svona og gæti svona reyður eitthvað símanum eitthvað. Hvað, var hann fullur eða? Nei, hann var bara reyður, við vorum í bíói símanum á klostinu eitthvað og ég bara nefndi ekki að tala við hann ef ég manni hvort ég hreyti ykkur ég nefndi ekki að tala við hann þannig ég fór bara svona inn á básinn og settist þar bara að voru að pissa og var í símanum og hann hélt svona áfram að tala við mig bara hvað? Og í símanum svona hreyti ykkur í mig geggjur sá það getur sagt bara ég er bara á Facebook eða afsaka þetta í staðin fyrir að vera eitthvað ég sé þetta fyrir mig þannig að þú varst að pissa og svo byrjar hann hreyti bara þú bara eitthvað oh shit nei ég hreyti nei varst eitthvað shit varst með allt í gangi og þú bara lappar svona að klostinu allt í gangi og bara mýgur á gólfið og hann er bara eitthvað hvað er þetta að gera þú bara helst að vera enda á að tala síman að þú var svo mikið að pæla síman og verður ekki að pæla pissinu sem er að koma út allt gólfið og ferði eitthvað neginn og tekur upp þú veist klósettsetuna og sest niður og bara og hann er bara hvað er þetta mýgur út af allt hérna og þú bara þú er bara að pæla ykkur við þurfum að enda þetta núna þetta er ógeðslega já segjum það gott takk fyrir ég er búin að segja öllum að like og subscribe fyrir svona kortir síðan bye ekki taka eiturlyf eftir klukkan 3 það gerist ekkert gott á jamminu eftir klukkan 3 munið það krakkar það gerist ekkert gott á jamminu eftir klukkan 3 munið það